Stefán, 4-2 sigur og 5. sæti staðreynd. Hvernig ertu svona í lok leiks? Bara ánægður. Við settum þetta svolítið sem test á okkur í dag að sýna það að við getum spilað eitthvað og okkar metnaður sé að fara ofar og þó þetta hafi kannski ekki verið okkar besti fótboltaleikur í sumar þá sá ég samt svona viljan og dugnaðinn í því að gera vel fyrir félagið og það sem við erum að reyna að temja okkur og ég held að við höfum endað þetta besta hugsanlega hátt í dag. Já, en svona sumar í heild sinni, ef við svona kannski gerum það upp í stuttu máli, svona highlights og svona það sem hefði mátt fara betur, hvernig myndirðu? Já, í rauninni, þegar við byrjum, þá var alveg nýtt koncept í gangi. Við förum í stefnumótun með félaginu og það eru ákveðnir þættir sem félagið vill vinna með til næstu 5 ára og jafnvel framtíðar og það var mikið breytingu framöndan og við fórum á stað með það koncept í gang að reyna að gera betur frá fleiri KA-menn, reyna að búa til og svona styrkja okkar gildi og vinna með það til framtíðar og það gekk ekki átakalaust, það gekk á ýmsu og áföllin voru í sumar meira en margir halda og vita en ég held á endanum ég hefði ekki viljað sleppa því að fara í gegnum þá períódu því að á endanum sýndi félagið fyrst og fremst leikmenn, þjálfarateymið, stuðningsmenn, stjórnin, baklandið að þetta félag er magnað þegar að fara á því að halda þegar að vorum í þessari períódu þá fundum við svo óbúslega stuðning og mér finnst það svona það sem ég tek með mér eftir þetta fyrsta ár er þessi samstaða og kraftur inn í þessu félagi sem er svo aðdáunarverður þess vegna vil ég taka það áfram og það skýnir svolítið í gegnum KA að við með fólkinu okkar og þetta frábæra félag taki skrefið áfram á þeim forsendum. Já, en svo náttúrulega eins og þú kemur nýr inn, þjálfari núna og svo miður leiktímabili fáum við nýja leikmenn heldur og það hafi eitthvað svona small það bara kannski allt saman eða? Sko, þó þetta hafi gengið ýmsu þá náttúrulega gerðum við alveg mistök líka í upplegginu og ég tek á mig til dæmis, ég get alveg sagt það að ég vanmat pínulítið það að við missum Bjarna Mark við missum Adsó og Danna og svona af miðsvæðinu sem eru svona 6-ur og þegar Almar meiðist missum þá sáum við það greinilega að við vorum svolítið illa balanseraðir á því svæði en með tilkomi aðalega Jósúa bara Spánverjana það settu svona nýtt blóð inn og við náttúrulega breytum leikkerfi og náum svona betri jafnvægi í okkar kerfi og mér finnst eftir það að við fundum jafnvægi í okkar leik þá höfum við verið bara betri og betri og mjög stöðugir í okkar leik og erfiðir að vinna og það er eitthvað sem ég tek með mér áfram. Já. En svona að lokum einhver svona skilaboð sem þú vilt senda á leikmenn og stuðningsmenn félagsins? Í rauninni bara þetta sem ég var að segja á og ætla að hamra á núna að krafturinn í þessu félagi er ótrúlegur og möguleikarnir er alveg ótrúlegur. Það þarf í rauninni það sem við þurfum að gera núna inn í næsta skrefi hjá okkur þurfum að taka það með okkur og við þurfum að berja og lemja svolítið á því að bæta aðstöðuna fyrir okkar ungu. Það er svo mikill fjöldi að koma upp, þetta er svo stórt félag og stórt batteri að menn átta sig ekki á aðstæðunum eða umgjörðinni sem við þurfum að bjóða okkar iðgjöndum upp á og það er bara ekki boðlegt og við verðum að finna leiðir til að lyfta því upp á næsta level vegna þess að og við vinnum og reynum að taka næsta skref fyrir þetta félag í íslensku fótbolta þá gerist það ekki nema að við fáum bætta aðstöðu og það er algjört akút mála að yfirvöld og íbúar Akureyri og skili því inn fyrir iðgjendur sem eru á leiðinu upp og eru inn í félaginu því að þetta félag á það skilið. Já, herru, Óli Stefán, takk fyrir og til hamingju með sigurinn. Já, kæra þakkir. Við viljum sigur, við